Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá okkur í dag. Við ætlum að lofa Guð. Halleluja. Takk Jesús. Ekki að rísa á fætur og lofa Guð saman. Við lyftum upp þínu nafni, heilagi Faðir. Halleluja, Faðir. Þú ert verðið þess að vera lofaður og upphafinn í dag. Drottinn minn og Guð.
Halleluja, Jesus. Takk, drottinn Guð. Við bara lyftum upp þínu nafni, Faðir. Við miklum þitt nafni í dag, drottinn Jesus. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, and it's worthy of all praise. And it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king with dominion over death. He holds the keys in his holy nail-scarred hands. He is the heel, yeah, that has crushed the serpent's head. I resurrected greater. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Where death is now your sting, and where grave your victory. Where death is now your sting, and where grave your victory. Something comes out of
time I call your name. Halleluja. Í hversins sem við segi nafni Jesús. Jesús. Faðir minn og Guð, ég bara þakka þér fyrir að við erum samankomin hér í dag, Drottinn minn. Við hrópum nafni þitt Jesús. Jesús yfir líf okkar. Jesús yfir fjölskyldun okkar. Við hrópum á þitt nafn hér í dag, Drottinn minn. Við áköllum þitt nafn, Drottinn. Faðir minn, ég bið að mæta einum og sérhverjum sem hér í dag, Drottinn minn. Ég bið að snerta við hjörtum fólksins hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, ég bið að þú læknir sjúka, Drottinn, og leysir bönd, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, viltu bara mæta hverjum og einum. Jesús. Halleluja. Faðir minn og Faðir minn. Drottinn minn og Guð, mættu einum og sérhverjum hér í dag, Drottinn. Hó, brashiri, andaralari. Faðir minn, þar sem þungi og kvíði og ótti, Drottinn minn, þá segjum við nafni Jesús. Það segjum við nafni Jesús. Á finnum við, það kemur frelsi, það kemur gleði. Þar sem eru sjúkdómar, þar segjum við nafni Jesús. Jesús, lækningu þína, Drottinn minn, yfir líf fólksins sem að glíma við sjúkdóma í dag. Lækningu í Jesú nafni. Amen. Takk, Drottinn, fyrir þína lækningu, fyrir þína náð og fyrir þína miskunn, Drottinn. Fyrir nafni Jesús. Fyrir nafni Jesús sem æðri öllu, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Takk, Drottinn minn og Guð. Takk fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn minn. Halleluja. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Það svo gott að koma saman og lofa nafni hans og segja nafni Jesú. Því að það frelsi. Það frelsi og það fögnuður og það gleði. Framundan eru gleðitímar en á sama tíma líka erfiðir tímar. Fyrir marga desember erfiður og of margir að glíma við einhvers konar þunglindi eða kvíða eða ótta og þá eru tímarnir sem eru framundan erfiðir. Og það ofta á þessum tíma að þá svo mikið að gera hjá öllum og við hverfum öll í einhver verkefni og þá ennþá erfiðara fyrir þá sem að glíma við einhvers konar að upplifa sig einir og einmanna og eiga erfiðara með að leita sér hjálpar. Þannig að mér langar bara svo að hvetja okkur sem hér eru að horfa á fólki í kringum okkur í þessum komandi vikum að við munum eftir hvort öðru. Við viljum vera kirkja sem að sjáum hvort annað, við viljum vera kærleiksrík kirkja, við viljum vera til staðar fyrir hvort annað. Þannig að munum, ég get ekki séð alla og Raggi getur ekki séð alla en saman getum við séð hvort annað og tekið utan hvort annað. Og það heimahópar í gangi í kirkjunni. Ef þú ert ekki heimahóp þá hvet ég þig til að koma og vera með. Annað hvern fimmtudag hittast strákarnir hérna á fimmtudögum frá 7 til 9 og það núna næstkomandi fimmtudag hjá Hálfdani hér klukkan 7. Við stelpurnar ætlum að hittast á miðvikudaginn klukkan 7 og við ætlum að elda saman á miðvikudaginn. Við ætlum að hafa smá mat og við ætlum að þakka svolítið, það Thanksgiving framundan og við ætlum bara að nota þessa kvöldstund og minnast og geta sagt hvað við erum þakkláta fyrir. Við erum þakkláta fyrir hver aðra, við erum þakkláta fyrir að geta komið saman. Þannig að það allar konur, sorry strákar, en það allar konur velkomnar á miðvikudaginn klukkan 7. En það væri rosalega gott að heyri ykkur eftir að þið viljið koma með svo að ég kaupi nóg mat. Síðan eru Raggi og Dadda með heimahóp hálfsmánaðarlega, þannig að það nóg í boði. Ef þið eru ekki hluti af hóp, þannig endilega talið við okkur Hálfdán eða Gunna eða Ragga á eftir og
góðum okkur í hóp. Á þriðjudögum, allan þriðjudag klukkan 6 bænastund milli 6 og 7. Hvet ykkur til að taka þátt í því og svo að sjálfsögðu unglingarnir okkar, þeir hittast hér á sunnudagskvöldum milli 6 og 8. Guðrún Helga leiði það og ég hvet ykkur sem eiga unglinga að hvetja krakkan ykkar til að mæta. Því að það skiptir máli að börnin okkar fræðist og styrkist í orði Drottins. Það svo ótrúlega margt í gangi í samfélaginu í dag og það svo mikil harðhegðun í einu og öllu að við verðum að standa á því sem orðið segir og börnin okkar þurfa að læra það. Þannig að hvetjum og byggjum fyrir börnunum okkar. Amen. Amen, amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð og svo ætlar Hálfdán að koma að tala til okkur á eftir. Það pósi aftast ef þið viljið gefa inn í kirkjuna. Kirkjan byggð á frjálsum framlögum og svo koma reikningsupplýsingarnar aftast hérna á skjáinn. En við skulum halda áfram að lofa Guð og gefum honum allar dýrið hér í dag. Amen. Amen. Kynslóð eftir kynslóð, krjúpa mun í lofgjörð, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfá senn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn ofar öllu. Alltaf tigna máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu. Syngur himinn skapaði,
drottinn minn og Guð. Halleluja, Faðir. Halleluja, Jesús. Takk Guð, takk Guð. Takk Jesús. Halleluja. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life and you are love. You bring light to the darkness. You give hope and you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord.
soul. Don't you get shy, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Praise the Lord. Praise the Praise the Praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, Fader. Tack Jesus, tack Jesus. Elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér hver dag ég í hendi þér er.
Sérhvern morgun ég vakna, þar til ég sofna á ný, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, og hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig, þá mitt nóg, þú ert nær mér en aðrir. Ég þekki þig sem föður, ég þekki þig sem vin, og allt mitt líf í góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Allt sem held ég í, ég sleppi því, ég get mér allt með Guð. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Allt sem held ég í, ég sleppi því, ég get mér allt með Guð. Hinn góðvild og fylgir mér í dag. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, með hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, með hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Takk Jesús, halleluja Faðir. Halleluja, takk Jesús. Amen. Amen. Halleluja, ekki yndislegt að koma saman í nærveru Guðs. Lofa hans nafn. Halleluja. Svo yndislegt að fá að syngjum hans góðvild. Hún stendur. Hann hinn sami í dag og í gær aldir alda. Eilíf. Hann breytist ekki. Takk, Benni. Halleluja. Yndislegt að koma saman og lofa hann fyrir að hver hann er.
Hann er trúfastur Guð. Er það ekki? Amen. Það segir í annarri Mósebók, 16. kafla vers 1-3. Og þannig eru Ísraelsmenn komnir úr Egyptalandi. Og það segir því næst lögðu þeir af stað frá Elím. Allur söfnuður Ísraelsmanna kom inn í sín eyðimörkina, sem er milli Elím og Sínai, á 15. degi annars mánaðarins eftir brottför þeirra úr Egyptalandi. Þá möglaði allur söfnuður Ísraelsmanna gegn Móse og Aroni í eyðimörkinni og sagði við þá: betra væri okkur að við höfum fallið fyrir hendi drottins í Egyptalandi þegar við sátum við kjötkallana, þegar við átum okkur sött af brauði. En þið hafið leitt okkur út í þessa eyðimörk til þess að láta allan þennan söfnuð farast úr hungri. Betra væri, hugsið ykkur, betra væri að við höfum dáið í Egyptalandi í þrældóm heldur en að deyja hér í eyðimörkinni. Við fengum brauð þar. Það hefur verið betra að fá brauðið í Egyptalandi heldur en að vera hér. Mér finnst brauð alveg óboðslega gott. Hlægið að því. Eru fleiri? Fleiri brauðætur. Það eru til kjötætur, grænmetisætur og brauðætur. Ég segi svona, mér finnst ristabrauð gott, mér finnst samlokubrauð, langlokur, hvítlauksbrauð, rúbrauð og smábrauð og heimilisbrauð og hvað þetta heitir allt, fransbrauð, pilsubrauð, hamborgarabrauð, súrdegsbrauð. Er til fleiri brauð? Mér finnst það örugglega gott líka. Hvað er margir sem panta sér brauðstangir með pítsunni? Brauð í forrétt og brauð í aðalrétt. Hvað segir þið? Og Nutella gott í eftirrétt. Ennþá meira brauð. Brauð í forrétt, brauð í aðalrétt og brauð í eftirrétt. Þetta er rétt. En í þessum versum sem ég las, þá voru Ísraelsmenn komnir út úr Egyptalandi, þar sem þeir eru búin að vera í 400 ár, í þrældóm. Þeir eru búin að vera þrælar Egypta og þeir þráðu það eitt að losna úr þrældómnum. Þeir þráðu það eitt að losna úr þrældómnum. Og núna loksins þeir eru orðnir frjálsir. Það eru leiðin inn í fyrirhernarlandið. Og það var loforð frá Guði að þetta var land sem flaut í mjólk og hunangi. Land þar sem þeir myndu ekki líða nokkurt skort. Það voru alls nægtir í landinu. En þeir fóru að kvarta og þeir fóru að mögla og kveina. Þeir höfðu ekkert brauð að borða. Og þeir voru svangir. Og það eina sem þeir gátu hugsað var brauðið í Egyptalandi. Við höfðum það svo gott í Egyptalandi. Þar fengum við brauð og við erum sattir að brauðið í Egypta. Og nú var nú gott að fá þetta brauð í Egypta. Það verður betra bara að vera áfram í þrældóm heldur en að vera hér og fá brauðið sitt. Og þá sagði drottinn við Móse: nú ætla ég að láta brauðið rigna af himni handa ykkur. Fólkið á að ganga út og safna saman dag hvert því sem það þarf fyrir daginn. Þannig get ég reynt það og séð hvort það fylgir lögum mínum eða ekki. En þegar þeir mæla það sem þeir koma með heim á 7. degi verður það helmingi meira en það sem þeir safna hina dagana. Sér segir, en morgunin eftir hafði dögg fallið umhverfis búðirnar. Þegar döggin þornaði, þá lá eitthvað fínkornótt yfir eyðimörkinni líkt og héla. Þegar Ísraelsmenn sáu það, spurðu þeir hver annan: hvað er þetta? Því þeir vissu ekki hvað það var. Þá sagði Móse við þá: þetta er brauð sem drottinn hefur gefið ykkur til matar. Nú ætla ég að láta brauð rigna af himni. Ég hefði unað mig vel þar. Nýtt brauð á hverjum degi. Nýbakað beint frá himnum. Heimsending. Og ég geti borðað eins mikið og ég vildi. Sjáðu hvað ég brosi bara við tilhugsununa. En við Guð, hann heyrði mögl Ísraelsmanna og hann gaf þeim þetta brauð sem það var kallað manna, brauðið af himnum.
Guð, hann vissi alveg hvað fólki þarnaðist og hann gaf þeim það. Hann vissi að fólki þarnaðist matar, það þarnaðist næringu og hann gaf þeim þetta brauð sem hann féll á himnum. Og hverju mótni fór fólkið út úr tjöldum sínum, tíndi upp brauðið sem það þurfti fyrir daginn. Og það segir, fyrirmælin sem Drottinn hefur gefið eru þessi: safni því sem hver þarf til matar, einum gómeramann, og skal hver sig safna í samræmi við þann fjölda sem býr í tjaldi hans. Þetta gerðu Ísraelsmenn og söfnuðu sumir miklu en aðrir litlu. Þegar þeir mældu það í gómermáli gekk ekkert af hjá þeim sem miklu safnaði og það sem litlu safnaði skorti ekkert. Sérhver hefði safnað því sem hann þurfti til matar. Hugsið ykkur að það var nóg til handa öllum. Hvort sem það var stór fjölskylda eða lítil fjölskylda, hvort sem þau þurftu að safna miklu eða litlu, engan skorti neitt. Það höfðu allir nóg. Ég get ímyndað með breiðuna á brauði, allstar þar sem þú leist á brauð. Nýbakað beint frá himnum. Og það var ekki nóg með þetta að vera brauð, þetta var ekkert venjulegt brauð. Þetta var svona nútelabrauð eins og svavalangari. Brauð sem að bragðast eins og hunangskaka. Hugsið ykkur. Eftirréttur í öll mál. Ekkert leiðilegt við það. En þannig er það hjá Guði. Hann hefur nóg handa öllum. Hann hefur nóg handa mér, hann hefur nóg handa þér. Það þarf engan að skorta neitt hjá Guði. Síðan segir, þeir söfnuðu morgun eftir morgun því sem hver þurfti til matar, en það bráðnaði þegar sólskinnið var sem heitast. Og Ísraelsmenn, þeir átu manna í 40 ár, þar til þeir komu í byggt land. Þeir átu manna þar til þeir komu að landamærum Kanansland. Á meðan að Ísraelsmenn voru í eyðimörkinni, þá þurftu þeir á þessu brauði að halda. Þessu manna, þeir þurftu á því að halda á hverjum degi. Á hverjum degi þá borðuðu þeir þetta manna, þetta brauð frá himnum. Á hverjum degi þá þurftu þeir að standa upp, fara út og sækja nýtt brauð. Guð sá fyrir þeim á hverjum degi. Hann gaf þeim nýtt brauð á hverjum degi. Hann gaf Ísraelsmönnum það sem þeir þurftu á að halda, en þeir þurftu að fara út og sækja það. Brauðið var gjöf frá Guði, en Ísraelsmenn þurftu að standa upp og fara að ná í brauðið. Þeir þurftu að rísa upp á mótnana, fara út í tjaldið sínu, fara það sem að brauðið var og tína það og koma með það inn aftur. Og ef þeir voru of seinir, þá mistu þeir af því, því þá hafði það bráðnað í sólinni. Það segir í Lúkasarguðspjalli 11. kafla og versi 1. Svo bar við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir, að einn lærisveina hans sagði við hann, þá hann lauk bæn sinni: Drottinn, kenndi okkur að biðja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum. Og Jesús kennir þeim bænina sem við þekkjum öll, sem er Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Svo segir hann, gef oss í dag vort daglegt brauð. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Alveg eins og Guð sá Ísraelsmönnum fyrir brauðið í eyðimörkinni, þá vill hann gefa okkur okkar daglega brauð. Þess sem að við þörfnumst á hverjum degi. Faðir vorið sem að við þekkjum, það er í Mattheusarguðspjalli, en það er líka talað það í Lúkasarguðspjalli, og þar segir í Lúkas 11:3, gef oss hvern dag vort daglegt brauð. Gef oss hvern dag, á hverjum degi, brauðið sem að ég þarf á að halda. Brauðið sem að við þurfum á að halda. Alveg svo þú sást fyrir Ísraelsmönnum, viltu þá sjá fyrir mér. Alveg svo þú gafst Ísraelsmönnum það sem að þeir þurftu á að halda, viltu þá gefa mér það sem að ég þarf á að halda. Við veitum, eitt af nöfnum Guðs er Jehovah Jireh, sem þýðir God will provide, eða Guð mun veita, eða sjá Hann mun veita okkur það sem við þörfnumst. Hann mun sjá okkur. En við þurfum að koma fram fyrir hann og biðja hann okkur daglega brauð. Við þurfum að taka okkur tíma með honum. Jesús segir í Mattheusi 7. kafla og versi 6,
En þegar þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum. Svo segir, faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Mun umbuna þér. Svo við þurfum að taka okkur tíma fyrir hann. Við þurfum að ganga inn í herbergið okkar, loka dyrunum og fara á hnén og biðja. Hvað þýðir það? Af hverju að fara inn í herbergi og loka dyrunum? Það þýðir að við tökum okkur tíma fyrir Guð. Þar sem við setjum okkar athygli á hann og hann einan. Við látum ekki sjónvarpið trufla okkur. Við látum ekki símann trufla okkur. Við látum ekki börnin okkar trufla okkur. Við látum ekki trufla okkur, heldur setjum við augu okkar og okkar athygli á hann. Segjum honum hvað við erum að ganga í gegnum. Segjum honum hvað það er sem við þörfnumst og við tölum með hann. Og þegar við gerum það, þegar við setjum augu okkar á hann, þegar við gefum honum einum tíma okkar, að þá mun faðir þinn sem sér í leynum umbuna þér. Þá mun hann svara bænum þínum og veita þér það sem þú þarfnast. Jesús segir í Mattíusar Guðspjalli, 7. kafla og versi 25 og áfram, því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífið þar, hvað þið eruð að eta eða drekka, neð heldur líkamæðar, hverju þið eigi að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri? Og hvert yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjufullum klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þar vaksa? Hvorki vinna það henni spinna? En ég segi yður, jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður kastað í ofn, skylda þá ekki miklu fremur klæða yður, þeir trúlítli. Segið þið ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnar og ykkar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast þér að auki. Ekki hafa áhyggjur af því sem þú ert að borða, drekka eða klæðast. Heldur leitaðu fyrst hans ríkis og réttlætis, þá mun allt þetta veitast þér að auki. Segir í Nehemía 9. kafla á versi 20, þú lést á ekki skorta manna og þú gafst þeim vatn til að slökkva þorstan. Þú ólst önn fyrir þeim í 40 ár, þá skorti ekkert í eyðimörkinni. Klæði þeirra slitnuðu ekki og fætur þeirra þrútnuðu ekki. Guð sá fyrir Ísraelsmönnum, þá skorti ekkert, þá skorti ekki neitt. Þeir höfðu allt sem þau þörfnuðust. Þeir höfðu brauð, þeir höfðu vatn og þeir höfðu klæði. Og eins með það með okkur í dag, ef við leitum hans ríkis og réttlætis. Ef það er númer 1 í líf okkar, að við byrjum á að leita hans ríkis og réttlætis. Ef við göngum inn í bænaherbergi okkar þar sem við einblínum á hann, þar sem við byggjum hann að gefa okkur það sem við þörfnumst, vort daglega brauð, þá mun hann umbuna þér. Hann mun veita þér þess sem þú þarfnast. Þetta eru orð Jesú þegar lærisveinarnir spurðu, kenndu okkur að biðja. Gef vort daglegt brauð. Páll postuli hann orðar þetta svona, verið ekki hugsjúk neitt eða ekki hafa áhyggjur á neinu. Heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Að ekki hafa áhyggjur á neinu, ekki hafa áhyggjur á hvað þú þarft að borða eða klæðast eða drekka, heldur komdu með það fram fyrir Guð í bæn. Lyftu því upp til hans, segðu honum frá því. Og hvað gerist? Það segir að friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, mun varðvita hjört ykkar og hugsanir í Kristi Jesú. Að friður Guðs mun fylla lífið þitt. Hver er andstæðan við frið? Ótti. Andstæðan við frið er ótti. Og Guð tekur áhyggjur okkar, óttan okkar frá okkur og veitur okkur sinn frið. Því að hann
sér fyrir okkur. Ég er ekki að segja við getum bara beðið til Guðs og lagt svo upp í sófa og beðið bara eftir að allt komi til okkar. Bankareikningurinn okkar fyllist. Það virkar ekki svoleiðis. Sjáðu, Ísraelsmenn þegar þeir kvörtuðu Móse þegar þeim vantaði brauðið sitt, það var það sem að þeir þurftu á að halda og Guð gaf þeim þetta brauð, en þeir þurftu að standa upp, fara út úr tjöldunum og ná í brauðið. Þeir þurftu að gera eitthvað. Þeir gátu ekki bara legið kyrru og beðið eftir þetta kæmi allt til þeirra beint, sko. Þeir þurftu að standa upp og ná í þetta. Þeir þurftu að gera sitt. Og ef þeir mistu að því, nefndi ekki að standa upp úr rúminu, þá mistu þeir að brauðinu. En þegar þeir stóðu upp og fóru út og náðu brauðið, þá var það nóg fyrir þá og þeir skorti ekkert. Og eins er það með okkur. Við getum ekki bara beðið til Guðs og svo bara legið kyrru og beðið að allt komi upp í höndunar á okkur. Við þurfum að standa upp, við þurfum að fara út úr okkar tjöldum, við þurfum að gera okkar hluti. Ég þarf að fara út og vinna fyrir mínum launum til að geta séð fyrir fjölskyldunum minni. En það sem ég næ í, það sem ég vinn inn, er nóg og við lifum ekki í skorti. Af því að Guðs blessun er yfir því. Önnur Mósebók 16, vers 17. Þetta gerðu Ísraelsmenn og söfnuðu sumir miklu en aðri litlu. Þegar þeir mældu gómermáli gekk ekkert af hjá þeim sem miklu safnaði og það sem litlu safnaði skorti ekkert. Sérhver hafði safnað því sem hann þurfti til matar. Ísraelsmenn fóru út á hverjum degi til að sækja brauðið. Á hverjum degi fóru þeir út. Guð gerði sitt og Ísraelsmenn gerðu sitt. Guð veit alveg hvað það er sem við þörfnumst. Hann þekkir þarfir okkar. En við þurfum að koma fram fyrir hann og biðja hann, gef oss í dag vort daglegt brauð. Þetta er það sem ég þarfnast, Guð. Viltu gefa mig það sem ég þarfnast, að mér skorti ekkert heldur hafi nóg. Og Jesús sagði, Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þið biðja hann. Guð þekkir þarfir okkar. Alveg svo hann þekkir þarfir okkar alveg svo þekkti þarfir Ísraelsmanna. Hann veit hvers við þörfnumst. Við þurfum að koma fram fyrir hann og biðja hann okkur daglega brauð. Daglega þurfum við að koma fram fyrir hann og biðja hann okkar daglega brauð. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Jesús sagði ekki, jæja Guð, gef oss í dag vikuskammtinn. Gef oss í dag mánaðarskammtinn. Ég kemi aftur 1. desember. Og svo 1. janúar og svo 1. febrúar. Nei, gef oss í dag vort daglegt brauð. Við þurfum að koma á hverjum degi fram fyrir Guð. Hverjum degi leggja líf okkar í hans hendur. Treysta honum. Biðja hann að veita okkur það sem við þörfnumst. Ísraelsmenn þurftu að ná þetta daglega. Þeir gátu ekki geymt hluta til næsta dags. Þeir gátu ekki farið út á 3. degi og náði 2 daga skammt. Ef þeir gerðu það, þá maðkaði brauðið, þá fúlnaði. Þeir urðu að fara á hverjum degi. Það er svo mikilvægt að við förum á hverjum degi fram fyrir Guð. Á hverjum degi segjum honum hvað við erum að ganga í gegnum. Á hverjum degi segjum honum hvers við þörfnumst. Á hverjum degi þá biðjum við hann okkar daglega brauð. Guð hefur eitthvað nýtt fyrir þig á hverjum degi. Nýtt brauð á hverjum degi. Ekki koma bara fram fyrir hann mánaðarlega eða vikulega. Ekki koma fram fyrir hann bara þegar þú kemur í kirkju. Bara á sunnudögum. Á hverjum degi. Gef oss í dag vort daglega brauð. Amen. Halleluja. Drottinn Guð, við komum fram fyrir því í dag. Þú þekkir þarfir okkar. Þú veist hvað það er sem við þörfnumst. Drottinn Guð, við biðjum að gefa okkur okkar daglega brauð. Gefðu okkur það sem við þörfnumst, Drottinn. Ég þakka að vera að þú getur gefið okkur öllum það sem við þörfnumst. Ég þakka að fyrir að hjá þér er engin skortur. Og ég biðjum að við munum
ekki lifa við skort, drottinn Guð, heldur megum við lifa við allsnægtir. Ég bið að gefa okkur okkar daglega brauð, allt það sem við þörfnumst. Þú veist hvað er í mínu lífi, þú veist hvað er í lífi allra þeirra sem hér eru. Og ég bið að hjálpa okkur og minna okkur á að fara inn í bænarherbergið okkar, drottinn. Þar sem við komum fram fyrir þig á hverjum degi. Þar sem við gefum þér óskipta athygli okkar. Þar sem við eigum samfélag við þig. Og ég bið að taka allar okkar áhyggjur, drottinn Guð, lyfta þeim af okkur, drottinn Guð, og gefa okkur þinn frið. Gefa okkur fullvissum að þegar við leitum þín og þíns ríkis fyrst, þá mun allt annað veitast okkur að auki. Ég þakka þér fyrir að þú segir í þín orði að þegar við komum til þín og þegar við byggjum til þín, þá muntu umbun okkur. Þú muntu svara bænum okkar. Þá muntu veita okkur það sem við þurfum á að halda, drottinn. Í Jesú nafni, Faðir. Amen. Amen. Jesús sagði, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann, drottinn gefa okkur ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Brauð lífsins, hann mun ekki hungra sem til mín kemur. Sjáðu, Ísraelsmenn, þeim mögluðu að þegar þeir voru hungraðir. Þeim vantaði eitthvað sem þeir höfðu ekki og þá hungraði. Vitið, það er líka eitthvað til sem heitir andlegt hungur. Þegar við erum andlegar verur, við erum andi og við búum í þessum líkama sem við höfum. En alveg eins og líkami okkar þarf á brauði að halda, þá þarf andi okkar á brauði að halda. Við þurfum á Jesú að halda. Og við getum verið leitandi allt lífið að einhverju sem mettar andi okkar, mettar okkar innri mann og við getum mistað því. Það er Jesú sem er þið sanna brauði lífsins. Og ef við trúum á hann, þá mun okkur ekki hungra og ekki þyrsta. En það er aðeins fyrir trúna á Jesú Krist. Hann fyllir þetta tómarum sem að allir menn leita að. Jesús sagði, sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar átu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem stígur niður af himni. Sá sem etur af því, hann deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa af eilífu. Og brauðið er líka með minn sem ég gef heiminum til lífs. Svo segir hann, þetta er það brauð sem niðursteig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu, en það dóu þeir. Sá sem etur þetta brauð mun lifa af eilífu. Mun lifa af eilífu. Og Jóhannes 3:16 segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hann er brauðið okkar, hann er eilífi lífið okkar. Ef við trúum á hann, og við þurfum að trúa á hann, og ef við trúum á hann þá erum við hólpin, þá eignumst við þetta líf, eilíft líf. Eilíft líf með honum á himnum. Það er ekkert betra. Rómverjabréfið 10. kapli og vers 9 segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp úr dauðum, verður þú hólpinn. Hefur þú þetta andlega hungur í þínu hjarta? Ert þú að leita að einhver sem að fyllir eitthvað tómarum innra með þér? Það er aðeins Jesús sem getur fyllt þetta tómarum. Það er aðeins hann, því að hann er brauð lífsins. Og ef það er einhver hér, eða þú ert að fylgjast með á netinu og þú vilt taka á móti honum, þá er tækifæri til þess í dag. Og ef þú vilt taka á móti honum, taka þessa ákvörðun að trúa hann og fylgja honum, þá vil ég fá að biðja með þér stutta bæn. Og ég hveti til að taka þessa ákvörðun, að trúa hann. Þetta er besta ákvörðun sem þú getur tekið í lífinu. Því Jesús elskar þig og hann dó fyrir þig. Dó fyrir þína syndir, dó fyrir allt það ranga sem þú hefur gert. Og hann þráir að mæta þér núna í dag, koma inn í hjartað þitt og gefa þér þessa lífsfyllingu sem allir menn er að leita af. Þannig ef þú vilt taka þetta skref, þá vil ég fá að biðja með þér þessa stutta bæn. Við skulum bara rísa öll á fætur og við skulum biðja saman.
Halleluja, við sem drottinn Guð. Ég kem fram fyrir þig og ég gef þér mitt líf. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst í heiminn fyrir mig. Þú tókst mína syndir á þig og þú gafst þitt líf á krossinum fyrir mig. Ég brugðist þér á margan hátt, en ég bið að fyrirgefa mér og taka á móti mér sem barni þínu. Ég játa með munni mínum að þú, Jesús, ert drottinn. Og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og að þú lifir í dag. Ég þakka þér fyrir að ég er þitt barn og þú elskar mig og ég tilheyri þér. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Þetta er besta bæn sem við getum beðið. Að við tökum á móti Jesú inn í hjart okkar og inn í líf okkar. Að við gerum hann að leiðtoga lífs okkar. Trúum á hann og fylgjum honum. Amen. Halleluja. Við ætlum að ljúka stundin í dag á einu lofgjörðarlagi sem við getum lofa Guð saman. Og ef það er eitthvað sem þú ert að berjast við í dag og vilt fá fyrirbæn fyrir, þá bjóðu við að koma fram og við byggjum með þér, annars ljúkum við stundinu og hittumst í Kaffi Paradís. Ég sá að Benni er búin að vera að baka vöfflur í morgun, þannig það er vöfflur handa öllum og kaffi og umfram allt gott samfélag. Og við tölum saman og höfum samfélag saman, kynnumst hvort öðru betur og verum fjölskylda. Amen. Guð blessi ykkur. Minni ykkur á unglingana í kvöld klukkan 6 til 8. Stelpur á miðvikudaginn. Einhverjum matar. Stráka, hvað er við að gera á fimmtudaginn? Við fáum kannski einhverja afgang á, nei, ég veit það ekki. Bænastund á þriðjudaginn klukkan 6. Stelpur á miðvikudaginn, strákar sem vilja koma til mín á fimmtudaginn 7 til 9. Svo aftur næsta sunnudag klukkan 12. Amen. Guð bless ykkur. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author
Say